Sæl aftur. Þetta er þriðja myndbandið í þessari seríu hlaðvörp. Ég heiti Anna Marsibil Klausen og í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir hvernig á að taka upp á snjallsíma. Í dag er hægt að leigja upp góða aðstöðu til hlaðvarpsupptöku víða höfuðborgarsvæðið, meðal annars á bókasöfnum, og það þarf þess vegna ekki að vera dýrt, en það getur komið sér vel að kunna að taka upp á snjallsíma. Það er fyrir það fyrsta mjög þægileg leið til þess að prófa sig áfram, en það er líka rosalega sniðugt að þið getið ekki verið í sama rými og viðmælandinn af einhverjum ástæðum, til dæmis ef viðkomandi býr í öðrum landshluta, í öðru landi hreinlega, nú eða vegna ákveðins heimsfaraldurs. Ef þið kunnið að taka upp á snjallsíma, þá getið þið kennt viðmælandi ykkar að taka upp á snjallsíma, sem að þýðir að eftir að þið fáið upptökuna þeirra senda, þá getið þið klippt þeirra upptöku og ykkar saman. Ef allt er eins og best á kosið, þá heyrir hlustandinn ekki einu sinni að viðmælandinn er á öðrum stað. Og jafnvel ef upptakan er ekki fullkomin, þá er hún eiginlega alltaf í betri hljóðgæðum en til dæmis símaupptaka. Annars ef þið viljið gera hefðbundna símaupptöku eða það er ykkur ástæði fyrir því að viðmælandi ykkar getur ekki tekið upp á snjallsíma sjálfur, á ekki snjallsíma, kann ekki á snjallsíma, þá er til dæmis hægt að nota app sem að heitir Tape-A-Call Pro. Það notaði ég þegar að ég tók upp viðtöl við menn í San Quentin fangelsinu á dauðadeild og það kom ágætlega út. Stundum þarf maður að fórna smá hljóðgæðum fyrir betra efni. En auðvitað vinnum við alltaf með því að reyna að gera það sem best úr garði. Þannig að við tökum upp snjallsíman okkar. Fyrsta skrefið er að byrja að finna nógu hljóðlátan stað. Svefnherbergi og stofur í heimahúsum eru almennt betur fallin til upptöku en svona skrifstofuhúsnæði, til dæmis eins og það sem ég er í núna, af því að hér er svolítið bergmál. Það er meira mjúkt dót inni í stofunniðinni eða í svefnherberginu sem að grípur þetta bergmál, sem að grípur svona hljóð sem að geta verið óþægileg fyrir upptökuna annars. Þannig að það getur bara verið betra að sitja bara upp í rúmi. Við viljum ekki taka upp á snjallsíman okkar úti nema við séum beinlínis að reyna að taka upp á vettvangi, sem getur vissulega verið mjög gaman og er alveg sniðugt að gera ef það er viðeigandi fyrir efnið. Og við viljum heldur ekki vera í herbergi þar sem er mikið af aukahljóðum, ekki mikið suð í tölvum, TV, klukkum, tónlist, alls ekki tónlist, það gerir það mun erfiðara að klippa saman. Og svo viljum við helst að það sé ekki mikill umferðar niður fyrir utan. Öll aukahljóð sem koma inn á upptökuna gera hana erfiðar í meðförum þegar kemur að því að klippa. Þess vegna er oft best að bæta aukahljóðum inn eftir á, ef maður vill til dæmis hafa bíl að keyra framhjá. En þetta á sérstaklega við tónlist. Þegar nokkur orð eða jafnvel heilu setningarnar eru klipptar út úr hljóðrás, er mjög erfitt að láta rásina hljóma eðlilega ef það er tónlist í gangi á bakvið þann sem talar. Allra bestu staðirnir fyrir upptökur í heimahúsum, sem jafnvel atvinnumennirnir neyddust til að nýta sér í kófinu og nota enn, eru fataskápar. Hér er til dæmis Ira Glass sem vann Pulitzer-verðlaun í fyrra fyrir þáttinn This American Life í skápnum heima hjá sér. Ég átti ekki til neitt nógu góðan fataskáp, þannig að ég bjó mér til púðavirki. Kristján Guðjónsson, samstarfsmaður minn í lestinni, vafði utan sig dínu. Ég held að hann hafa nú ekki endað með að gera það í hvert skipti, það er svolítið vesen. Það þarf líka ekkert að hafa of miklar áhyggjur af því að finna hið fullkomna rými eða hið fullkomna hljóð. Ef enginn er að bora í vegg fyrir aftan ykkur á meðan þeir eru að taka upp, eða ef það er ekki bilað bergmál, þá eru þið nú oftast í ágætum málum. Þegar við höfum komið okkur fyrir í þægilegu hljóðlótu rými, tökum við upp snjallsíman. Við setjum hann á silent og svo á flight mode til að engar tilkynningar trufli upptökuna og svo pössum við líka að taka af Bluetooth. Svo síminn sé örugglega ekki að taka upp í gegnum heyrnartól sem eru kannski bara einhvers staðar allt annars staðar, nema auðvitað ef við erum búin að ákveða að við viljum vera að taka upp
í gegnum heyrnartól sem við erum með ef það einhver svona góður mæk á þeim eða eitthvað svoleiðis. Þá finnum við upptökuforritið sem við viljum nota. Flestir símar eru með innbyggt forrit sem heitir Voice Memos eða Voice Recorder og þau virka bara mjög vel. Mitt hér, við opnum appið, finnum til textan sem við ætlum að lesa inn eða glósurnar okkar fyrir það sem við ætlum að segja eða hvað sem og ítum svo á stóra rauða hnappinn. Þá erum við byrjuð að taka upp og ef við erum að taka upp á mækinn á símanum sjálfum þá pössum við okkur að halda honum í svolítið fjarlægð frá munninum á okkur á meðan við tölum. Okkur liggur mishátt rómur og það hægt að sjá það hérna á litlu hljóðbylgjunni hvort við séum að tala nógu hátt, hvort mækinn sé of nálægt eða of langt í burtu. Það langt best að taka eins og eina stikkpröfu áður en maður byrjar að taka upp sjálft verkefnið sem maður hefur sett sér til að sjá bara hvernig maður hljómar og ekki bara sjá heldur þetta hlusta á aftur, heyrist nógu vel í manni. Heyrist kannski of vel í manni. Við þurfum náttúrulega ekki að heyra andardráttinn. Þegar við erum búin að taka upp það sem við viljum taka upp, þá ítum við síðan einfaldlega hérna á stopp. Við getum byrjað aftur með því að íta á resume ef við viljum halda einhverju áfram, en við getum líka bara íta á done. Þá upptakan vistuð hérna efst. Mín merkt New Recording 5, stundum koma inn nöfn á stöðunum þar sem maður hefur tekið upp eins og við sjáum hérna að neðan. En við getum fundið þessa upptöku hérna undir þessum 3 punktum. Við getum auðvitað hlusta á hana aftur í símanum, spila hana fram og tilbaka, en með því íta á punktana 3 koma upp möguleikar til þess að ýmist klippana með edit recording, afrita eða vista með einhverjum hætti og deila. Og ef við ætlum að klippa hana í öðru forriti, þá ítum við einfaldlega á sér og sendum okkur upptökuna. Ofboðslega sniðugt allt saman. Einfalt og þægilegt. Ef þið eru að taka upp lesin texta, þá getur verið gott að taka upp í nokkrum köflum, sérstaklega ef efnið langt. Ef við gerum mistök samt best að láta teipið bara rúlla. Taka smá pásu til að anda og reiðrétta okkur. Taka smá pásu til að anda og leiðrétta okkur. Það auðveldar okkur að klippa mistökin út seinna og það tekur mun minni tíma en að byrja í sífellu upp á nýtt. En þegar búið að taka upp allan lesturinn, þá líka gott að klippa hann saman með einhverjum skemmtilegum hætti. Bæta inn umhverfisljóðum, sniðugum klippum eða tónlist. Ef þið viljið setja tónlist, samt mjög mikilvægt að tónlistin sem þið veljið sé tónlist sem þið megið nota. Það að segja, hvað var það, réttindamál. Ef þið eigið ekki réttinn á tónlistinni, þá verður hlaðvarpinu kippt út af hlaðvarpsveitum og þið gætu jafnvel enda með að þurfa að borga háar fjárhæðir til eiganda tónlistarinnar. Við viljum ekki lenda í því. Ein þægileg leið til að finna tónlist fyrir hlaðvörp sem þið megið nota að nota svona tónlistarbanka eins og Free Music Archive. Við segjum þetta gott í bili. Í næsta myndbandi skulum við ræða mismunandi hlaðvarpstegundir, ólíkar framsetningar og mismunandi strúktúr sem hægt að nýta sér við hlaðvarpsgerð.